Já, velkomin að Rauðaborðinu í eftirmyndaðinn á föstudegi. Þá höfum við það sem við köllum vikulskamt. Fáum hingað gott fólk til þess að fara yfir fréttir vikunar og það er þannig núna. Það kom mjög gott fólk. Margrét Arnórsdóttir, handritshöfundur. Ása Björk Ólafsdóttir, prestur. Haukur Már Helgason, rithöfundur og Marja Hjálmtvísdóttir, kennari. Já. Herðu, svona fréttir vikunar. Er það ekki að sé komin nýr pái, Ása Björk? Að þú ert lærið með að leikara hvað? Þetta ekki glöð að fá nýjan páfa? Ég veit eiginlega ekki alveg hvað ég á að... Nei, ég get ekki sagt að ég sé að auðvitað gott að koma nýr páfi og leitt að sá gamli hafi farið því hann var framsæknari en flestir. Það var nú bara svoleiðis. En auðvitað maður með ekki fulla starfsorku og það er það sem er svolítið sérstakt. En það sem var stuðar mig rosalega mikið. Fólk að segja hvað hann brosir falleg og minni svo Jóhannes Pál Páfa annan og svona. Það er sá sem var pólski páfinn. Já, var það ekki. Já. Og en svo eru bara að hrynja inn núna fréttir og sem sagt að hann hafi hylmt yfir með barnanýðingum og það er mjög óhuggulega fréttir og ef hann er besti kosturinn eru þá allir kardínálarnir sekir. Þú veist, ég spyr bara, á ég ekkert að sitja hérna og vera dæmandi en þetta stuðar mig mjög mikið og það segir að það þurfi að taka svo mikið til. Er ekki allir sekir bara? Því að eins og fréttir eru að þessu að þá hefur þetta verið svo útbreitt í Karlsvík kirkjunni að það má vera svolítið vangaður kardínáli sem ekki hefur vitað af þessu. Jú, það má kannski segja það en ég er náttúrulega bjó í 13 ára á Írlandi þó ég væri að þjóna í anglikansku kirkjunni þar sem er mótmælendakirkja að þá var mikill meiri hluti kaþólikkar og fólk þar var mjög mikið á því að það ætti bara að skilja við páfagarð vegna þess að því var misboðið. Það kom upp mörg hneykslismál og alveg skelfileg en almenningur var náttúrulega ekki þáttakandi í því og fæstir prestarnir voru þáttakendur í skandalinn. Og fannst þá Írum það að sínir biskupar hafi staðið sig betur heldur en páfagarður? Já, allavega að framtíðarbiskuparnir ættu að standa sér betur. Ég gjörði það þannig. Og stundum eins og eftir hjónavígslur þegar var bæði, stundum voru við að þjóna saman, ég og kaþólskur prestur og það var bara vegna þess að það eru kalluð blöndu hjónabönd til dæmis og einnig í skírnum að þá í staðinn fyrir að fara í veisluna eftir, þá fór ég bara í sálusorgun með blessuðum prestinum. Og út af ástandinu í kirkjunni? Út af ástandinu í kirkjunni og því að mega ekki gifta sig og mega ekki eiga fjölskyldu og eiga að vera að tala yfir fólki sem er að stofna fjölskyldu eða búið að því og hafa ekki hugmynd hvernig það er vegna þess að það stendur þeim ekki til boða sem eru einungis mannasetningar. Það er ekki trúalegt við það. Já, og finna fyrir óvildið á götu. Ég man eftir bandarískum presti að tala að það væri að vera með kragan að það var ekki alveg að sama að fara út á götu núna og var fyrir 20 árum. Það fann að fyrir bara óvild og vantrösti fólk sem að hitti. Já, kaþólsku prestarnir á Írlandi, þeir ganga alltaf með kragan. Þetta er ekki bara starf, þetta er líf þeirra. Þeir hafa gefið líf sitt í þjónustuna. Þeir eru langflesti með trefil sig og svo sagði einn, já, þú getur bara sett hárið fyrir. Og þetta gæti ég það og ætti kannski að gera það stundum. Þeir getur að fengja sann hári, það er líklega bannað. Já, það er líklega bannað. Þú getur ekki verið prestur meðal kaþólika? Nei, ég er ekki með réttu tólin, Það væri eiginlega. Mér finnst þetta mjög svona mikilvæg punktur. Því að ég var nú að skrifa heimildaþáttaröð sjónvarpsþáttaröð Landakottsmálið fyrir nokkrum árum. Og þá var ég að rannsaka þessi mál mjög mikið og það var voru viðtöl við bandarískan prest, það er kaþólsku prestur sem að hætti prestdómi og gerðist lögfræðingur og mikið verið að beita sér fyrir einhverjum umbótum eða ná máli með þessi mál í Bandaríkjunum, það er að segja kynferðisafbrotamál presta. Og hann var að tala til dæmis bara menntunina. Þetta eru náttúrulega einhvers konar drengjaskólar þar sem
að þeir eru menntaðir frá unga aldri og eru svona raunverulega á sko, er að taka þessa ákvörðun að vera skýrlífir og sem sagt við lifa þessu lífi á aldri þar sem að sko annað fólk er að uppgöta bara kyn sitt og sko og læra á lífið á þann hátt að þarna er verið að sérst er hrúað saman ungum mönnum sem eru í þessum umbrotum, bara þessum náttúrulegu, líkamlegu umbrotum og það verður bara einhvern misþroski sem að myndast og ég er ekki að segja allir kaþólski prestar sko komið skaddaðir út úr þessu en það er eitthvað bara í kúltúrnum sem er svo sko stríðið svo gegn kannski svona náttúrunni. Ég kíkti á hann nýja páfa. Ég held að hann hafi verið komið svona eitthvað vel á 30-aldurinn þegar hann sem sagt fer í Ágústínarregluna og þá er það hann sver heit eftir 1 ár og svo endalegt heit þegar hann búin að vera 3 ár. Þannig að það er eitthvað svona tími. En svo hefur maður líka séð að þið kannast við það að þeir sem eru beittir kynferðislegu ofbeldi í æsku gæti verið líklegri til þess að gera það fullorðnir. Og hann var altari strengur og það er náttúrulega eins og við lesum sögurnar að þá er náttúrulega altari strengnir haldnir í þessum kirkjum og en grófustu ofbeldismálin eru gagnvart þeim og flestir af þeim sem eru prestar hafa verið altari strengir. Ég er ekki að leysa gátuna en það er vitað af þessu. Fullt af fólki sem hefur verið beitt kynferðisofbeldi sem beitir ekki kynferðisofbeldi. Og það er líka fólki sem hefur verið altari strengir á þess að vera beittur ofbeldi. En hvað þarf að gerast til þess að þetta breytist? Ég skil bara ekki, þetta er svo stórt, þetta er svo mikið valdabatteri og þetta er eitthvað svo óbifanlegt. Hvað þarf að gerast? En svo líka náttúrulega sko, kaþólska kirkjan er svo gríðarlega stór og við erum svolítið svona föst í okkar heimi hér þar sem að þessi mál eru bara mjög mikið upp á borðinu núna og hafa svona hefur svona leyndarhyggjunni verið svolítið hulunni svipt af þessu hér en sko kaþólska kirkjan er bara í Afríkuríkjum, í Asíuríkjum, í Suður-Ameríku sko stöðum þar sem að þessi mál eru á mörgum stöðum bara alls ekkert komin á dagskrá og það hefur svona verið talað það að þetta sé líka sko jafnvel þó að síðasti páfi hafi svona verið svona allavega þótt ganga skrefi rétta átt að þá hefur fólk verið að velta fyrir sér sko hvað með þarna stóran hluta kaþólsku kirkjunni sem er bara það sem að má ekki eins og nefna þessa hluti uppátt. Frans hann sagði eitthvað staðar, ég man ekki hvað með það, ég held að hann hef ekki búið til svona páfabréf sko eins og margir forverar hans en hann aktaði náttúrulega, það bara var í verki og hann talaði til dæmis samkynhneigðra að það var engum útist út úr kirkjunni. Ég held að þessi nýji páfi sé ekki alveg þar og talandi Afríku, það þú ferðir engan kardinála í Afríku sem styður samkynhneigð. Það bara held ég sé ekki fræðilegur möguleiki sko. Og svo fer bara einhvern veginn stefna alls þessa batteri svo mikið eftir þessum eina manni, bara hvernig páfa fá við, hvaða skoðanir hefur hann persónulega. Og svo bara við fengum íhaldsaman páfa, og svo bara býða þanglega handir og það er ekki þetta að hakka ekki bara hann heldur þeir sem að völda hann af því að þetta er hann ekki einráður. Nei, það er svo skrítið, bara svona vonandi fá við svona páfa, svo erum við heppin og þá bara þurfum við þá höfum við það sem honum finnst. Þetta er svo áhugavert, þetta er mikið vald. Þessi er svona á sömu blaðsíðu og Frans gagnvart svona standa með fátæku. Hann hefur verið að gagnrýna meðferð á innflytjendum, gagnrýnt bandarísk stjórnvöld fyrir og lítur á líklega eins og Frans að innflytjenda svona mannúðarmálin í kringum innflytjendur og flóttafólk er eiginlega stóra mannúðarkrísan okkar tíma. Ég held hans þar. Var hann ekki að gagnrýna DJ Vance. Já, er ekki páfarnir allir á Twitter núna eða einhvers þar? Þessi var á Twitter, ég held að segja hættur. Ég held að það segja TikTok. Páfar á TikTok. Ég held að það segja TikTok. Já, það væri gaman. Það er svolítið. En er þetta eitthvað svona að því hann er bandarískur og er að gagnrýna bandarísk stjórnvöld, ætla að segja eitthvað svona plott að hafa bandarískan páfa? Það hefur verið talað að því að kaþólska kirkjan í Bandaríkjunum er mjög klofin. Það er stór hlutin er bara hluti af svona íhalds hlutanum í Bandaríkjunum sem vill koma á bara eitthvað svona trúarveldi í Bandaríkjunum.
og Karlsvíkirkjan stór hluta henni þar. En þessir heldur hinum megin, þannig að ég veit ekki hvort þessi plott hjá kardinálunum að reyna að færa til Karlsvíkirkjunar. Eitthvað staðar hæsir líka að það hefði verið, sko, í rauninni að hafi kardinálunir og Vatíkanið staðið gegn því að páfinn, Bandaríkjamaður eru páfi til þessa vegna þess mikla veraldlega valds sem Bandaríkin hafa þegar og það væri þá of, sko, nákomið í rauninni, verið að halda fjarlægð þar á milli. Ég er ekki nú vel inn í einmitt pólitík kirkjunnar til að, sko, vita hvað þá hafi breyst þar eða ef nokkuð en það talað Leo sem mögulega, sko, svona málamiðlun, sko, vegna þess að hann er með annað fótinn í Suður-Ameríku, vegna þess að hann er ekki íhaldsamur, ekki íhaldsam innan kirkjunnar og svo framvegis að þá, sko, setja leið til að fá bæði sleppt og haldið að einhverju leyti, að vera með Bandaríkjamann án þess að það sé of nákomið bandarískum stjórnvöldum. Svo er eitt í þessu, við alltaf vitum ekkert þetta. Þeir eru lokaðar hann inni, þeir megi ekki segja orð og maður sér þetta líka í aðdraganda. Það kannast því við að það er alltaf verið að nefna hverju líklegustu páfanir, gengur aldrei eftir. Hann var náttúrulega aldrei nefndur í íslensku fjölmiðlum, en ég sá reyndar að CBS og BBC höfðu nefnt hann og fleiri sem voru kannski betur að sér. En oft er það þannig að sýn okkar inn í þessa pólitík kardinálana við sjáum voða lítið og erum að ráði alls konar hluti, meðal annars að valdi sér nafni Leo. Og síðan Veitu hvað Leo 13. var á undan? Hann var kallaður verkamannapáfinn. Já. Og hann kemur seint á 19. öldinni þegar það eru uppafsárum þegar innbyltingið annmarkar hennar og frumbýlis kapitalismans eru að tæta samfélaginu í sundur og sósíalismin að verða til. Þá adressaði hann það. Já, en bara þetta nafn Leo er ekki konungur. Ljón Skóarins og það viðstans. Ég er svona að hugsa að býtu, er þetta hroki eða er þetta auðmýkt? Ég held að sé að vitna í Leo 13. Já, sem var mjög áhrifamikil páfi. Mjög áhrifamikil páfi. Já, en eins og þú sagðir áðan með þessi íhaldssömu öfl innan bandarísku kaþólsku kirkjuna í Bandaríkjunum, þá er það þeir sem eru að höggva á hann. Það er þeir sem eru að berja hann núna. Þeir eru að setja út á Leo, já. Eru þeir að ljóstra upp einhverja skandala? Já, meðal annars. En er það ekki bara svolítið hendistefna þá hvenær er ljóstra upp skandala gagnvart hverjum? Af því að það er örugglega nóg til á alla hana. Já, ég meina, hvítir einhverjum kom. Þú rekur hann ekkert. Hann er ekki lengur. En þegar þú segir líka, sko, við vitum ekki hvað gerist hann inni, þá er það kannski allavega, sko, tvennan máta sem við vitum lítið. Finnst mér, sko, persónulega að annars vegar, þetta er eitthvað svona black box, þeir loka sig inni og svo kemur bara reykurinn og ákvörðunin kominn og enginn fara að vita hvað gerðist. En við það bætist við erum, þetta er svo trúlega samfélag í Ísland, við erum svo, og hvað þá, í 500 ára erum við búin að læra að hæðast að kaþólikum og hæðast að, sko, ég meina, það eru til rit 200 ára gömul, þar sem það eru að hæðast að gömlum kaþólskum biskupum fyrir að hafa verið góði við fátæklinga og og mér finnst svona næstunni eins og það sé það eina eða svona það sem siðaskiptin skilja helst, sko, eftir sig á Íslandi í dag sé stundum að kunna hæðast að kaþólskum frekarna iðka þá tilteknu trú eða tilbrigði við kristni sem heitir að við höfum tekið upp í staðinn. Og þannig að sjálfur hef ég næstunni enga innsýn í kaþólskuna og eina vítin sem maður sér einmitt í þessu þá í þessum ákvörðunum sem eru teknar, eina sem maður hefur einhverja innsýn í eru, sko, já, pólitísku vítinnar, siðrænu vítinnar, en hvaða þýðingar til staðar hana trúarlega hvað þetta snýst í trúarlífi kaþólika, ég hef ekki hugmynd. Mér finnst því vera mjög utan gáta þar. Hann er fulltrú Jesú Krists á jörði. Það er skilgreiningin á. Næstu bara Guð. Já, einmitt. En ég meina, fleira hefur nú verið sagt það og ritað ekki tíðina sem til einhver svona fínni þræður þeirra hugsunar en bara sú framsýning, sko, myndi ég ætla sem já. En hefur Páfi ekki áhrif? Haldið að Frans hafi ekki haft einhver svona áhrif? Ég held að hann hafi haft mjög mikil áhrif. Hann hafði bara mjög mikið karisma sá maður og svona kemur náttúrulega á eftir Páfi sem var nú eiginlega bara mjög svona litlaus. Benedikt.
hét hann það. Hann hét það. Já, og setti sjálfan sig, yfirgaf áður en hann dó, sem var mjög óvenjulegt. Hann vildi ekki vera hrumur í embætti. En ég verð að viðurkenna það. Ég var að keyra heim í gær og var að hlusta á BBC og þá akkurat sko sem sagt hvítir einhverjum kominn og þú veist þannig ég vissi að þetta var svona í beinni útsendingu og ég hljóp síðan bara beint inn og kveikti á sko streyminu og svo satt ég bara og horfði á þetta. Þú veist, ég sko langt frá því að vera kaþólsk eða bara hafa þannig áhuga á sig en þetta var alltaf bara svo mikið moment. Þetta er líka Sko að sjá það á alla kardinálina þarna, þú veist, komna út á svalirnar, þau eru allir svona brosandi og skóladrengir og veifandi og bara, þú veist, þetta var náttúrulega bara þetta var rosa stemningarna, sko. Þeir eru náttúrulega svolítið gamlir skóladrengir í búningum. Já, þeir voru bara eins og krakkar. Í strauðum blúndudúkum. Og alveg saman hvað manni finnst þetta, þá fannst mér þetta bara svolítið gaman að sjá þetta, sko. Þetta er náttúrulega svona royalty, þetta er eins og fólk horfði á útför Elsabetar drottningar. Já. Ekki veit ég út af hverju, en bara stórir hópar gerðu það. Já. Nei, það er einhver svona, þú veist, við erum kannski líka... Og spáði hvað hún sagði, hvernig hún hitti síðast. Nei, ég hefði aldrei nennt að fara að horfa á þetta eitthvað eftir á. Það var bara einhvern veginn að því að gripin hérna í þessu mómenti og þú veist, ég hefði aldrei farið eitthvað að leita þetta upp og horfa á þetta allt saman, sko. Nei. Mér langar svolítið að vita að því að hann er bandaríkjamaður og undanfarans var duglegur að fordæma þjóðamorðin í Palestínu, hvort að hann muni taka það fyrir eins og forveri hans. Kannski kominn tími til líka. Það orð sem hann var oftast nefnt í ræðunars var friður. Já, það getur verið loðið ef maður þorri ekki að Palestína. Eða innri eða ytri friður. En það er náttúrulega ekki bara Palestína, ég meina það er ófriður út um allt. En ég segi bara, það minnstakosti, það er kannski eina vísbendingi sem hann gæti. Ég hugsa að því að verandi bandaríkjamaður, mér finnst það svolítið áhugaverð vingil, sko, hvert hann fer með það. Já. En ég held að svona líklegri til þess að fara svona línu Frans. Já, vonandi. Ég veit það ekki. Herðu, en að því við erum á svona kistlegum stöðum, að ég veit að Haukur, þú eru alltaf mikla áhuga á Bill Gates. Þú skrifaði varst og skrifaði fréttir sjóðinn hans og hvernig það verið að bjarga bólusetningum og hlera. En hann var í fréttunum með það að við erum með prest. Hann segir hann segir og vitnar í heilagan Carnegie, sem var nú auðkýfingur, að það er smánanlegt fyrir ríka mann að deyja ríkur. Hann verði að gefa allra eigur sem hann áður. Þetta er nú svona trúarlegasta setningin í vikunni eiginlega, þrátt fyrir báðagjörð. Það er alltaf forvænilegt, sko. Þú kemst ekki inn í himnaríki. Bendum á, sko, þessa áherslu í yfirlýsingunni sem hann lét frá sér. Hann var að tilkynna að nú er það langt síðan hann tók þá stefnu víst að gefa þorra eigna sinna til góðgerðarmála áður en svo breyting var hann að kynna núna í staðinn fyrir að sko stofna sjóð sem muni síðan starfa eftir hans dag í þágu góðgerðarmála, þá ætla hann bara að klára peningin áður en hann deyr. Hann gefur sér 20 ára ramma til að gefa 99% af eigum sínum og í tilkynningunum það fylgir að þetta vinnuminn bendir bara á þetta hvað þetta er sko formlegu dítill, þetta sáluhjálparatrið að það sé einmitt smán eða skömm að deyja ríkur. Og og mér þótt þetta forvænlega ábending sko, en ég held að það sé oftur tengist kannski einhver leiti sögu sko síðaskiptana í rauninni hvað þetta er framöndu hugsun á Íslandi. Ég held að einmitt sko í kaþólsku áttu er til staðar löng saga hugsunar sko tignina í fátækt og þú veist, páfi er ekki á launum, páfi á engar eignir. Hann er á launum, en þessi Frans gaf bara launin sín í sjós. Já, það er allavega ekki verulegi peningar í embættinu. Nei, það er bara svona eins og yfirkennari eitthvað veits. Ok, páfi gaf þau? Hann gaf þau, já, ok. En Svo fær náttúrulega bíl og hann fær að borða og hann fær dress og svona. Í öllu falli, það er sko þó það veri bara í orðikvæðinu, þó það veri tóm hræstni sko, þó enginn fær eftir því, þá hefur það langa sögu sko hugsunar að skrifa allt frá sko einmitt úlvaldanum gegnum nálarögað og svo í gegnum sögu kirkjunnar bara tjónið sem veraldlegur auður getur gert þér og Andrew Carnegie þannig í þessu riti sem Gates vísar í
er á þeim nótum, sko, þú veist, að það væri ekki bara að sko eyðileggja fyrir sjálfum þér, heldur ef þú ætlar að erfa börnin þín, ef þú ert í þessum flokki, sko, 1% sem átt langt umfram nauðþurftir nokkursmanns, að þá, sko, hérna ert að leiða ekki blessun heldur böluðu börnin ef þú erfir þau að þessu öll saman, en þess að sagan sýnir bara að það sé engum til góðs að hérna þurfa ekki að spreita sig í veröldun og svo framvegis, sko. Og úrverðu þessi að minnstakosti, ég meina, þetta er ekki sósíalismi, þetta er ekki eitthvað sem að kannski vinstrimenn upp til lópa hrífast af, sko, hérna svona auðmannasjóðir, en í öllu falli forvinnilega ákvörðun og forvinnilega rökstuðningur fyrir henni að því leyti sem ég held að jafnvel þetta, sko, baseline element að sem sagt, ef þú ert ríkur, já, þú veist, gefðu þá, en að jafnvel það sé svolítið framandi í þessu samfélagi hérna. En kannski einn punktur, sko, að ég held að kaþólska kirkjan og þessi málflutningur að dyggðin í fátæktinni, hún á við alla aðra heldur en kaþólsku kirkjuna, sem að náttúrulega þar eru bara gríðarlega auðsöfnun, sko, verið stunduð í gegnum aldir og eftir því sem mér skilst að þá voru kaþólski prestar ekki, sko, þetta skírlífis ákvæði. Það kemur inn einhvern tíma, nú segi ég eitthvað, einhvern tíma fyrir mörg 100 árum. Fram að því voru þeir bara gátu átt fjölskyldur eða þeir vildu. En ástæðan fyrir að það kemur inn vegna þess að þarna voru peningar að fara út úr kirkjunni til einhverja bara ákomenda til þess að halda öllum auðnum inn í kirkjunni. Og síðan náttúrulega bara allur söfnuðurinn, hann í því að hérna, það náttúrulega álátsbréfin og allt þetta og bara, þú veist, fólk að borga til kirkjunar. Þannig að það kannski smá svona, já, þetta smá svona En Ásabjörg, hvað sér guðfræði hérna Bill Gates í túlkun? Já, sko, mér langar að halda áfram með hérna hjá sessunautum mínum hinum megin að þegar aflátsbréfin voru og allt þetta og þegar þetta skírlífis ákvæði tekur gildi sem þarna væntanlega 11. öld að þá sko fer allur peningurinn í gullþakið í hérna Péturskirkjunni í Róm. Og það ekki til peningur til þess að borga prestum laun svo þeir geti haft fjölskyldu. Svo þeim sköffuð ráðskona sem að sjálfsögðu í sjálfboðavinnu. Vegna þess að það sem ekki dyggð að fá að elda ofan í og þrífa eftir prest. Sem óskaplega fallegt. En hérna, þannig og þetta eru algera mannarsetningar eins og þú segir. Og þannig að þetta bara eitthvað sem á eftir að leiðrétta. Ég var nú að vonast til að fyrrum páfi myndi sko ná einhverju þarna, en það var ekki. Að leyfa prestum að giftast? Já, ekki leyfa að giftast og hérna vegna þess að sko það líka bráðvantar konur inn í kirkjuna. Og meinar að leyfa konum að vera prestar? Það kannski seinna. Ég var mjög oft á Írlandi, var ég mjög oft beðin að predika í kaþólskum kirkjum og þá komu nunnur til mín sko eftir og sagði veist ekki hvað með mikil fiðrildi í maganum bara að sjá konu í predikunarstólunum. Það hefur aldrei gerst í þessari kirkju. Þetta var óskaplega falleg augnablik og þetta var góð upplifun en jafn mikil sorg líka. Það alveg ofboðslega sorg þarna eru þær búin að gefa líf sitt kirkjunni, hvort sem það var sjálfvalið eða ekki, vegna þess að þar sem voru 8-9 börn á heimili, elsti erfði jörðina eða búið og næsti var prestur og svo það einu eða 2 dætur, nunnur og þær völdu það ekkert. Það voru kannski bara sendar barnungar í klaustur. Þannig að sko, þetta allt mannarsetningar og þetta með að hafa ekki efni á. Meira þess að á Írlandi eru prestar ekki með laun. Þeir fá hins vegar sko eitthvað hlut eða af söfnunin eða fórninni, jólamessunni og páskamessunni. Þannig að ef þeir fá sér nýjan bíl, þá það rétt eftir jól. Þeir eru á kött, þeir fá prósentur. Ég ætlaði að spyrja því að það liggur hérna klassísk spurning á borðinu. Kemst ríkur maður inn í himnaríki? Sko, hvað er ríkidæmi? Það ríkidæmi í andanum eða það ríkidæmi í fjárhagslegt ríkidæmi? Já, Bill Gates eitthvað 70.000 milljarðar? Já. Ég meina við tökum bara sælubólinn, sæl eru fátækir í anda. En hvers konar sæla það? Þetta rauninni talað blessun. Að þau sem séu fátæk í anda það þau sem að kannski
eru aðeins ég er ljótt að segja það. Nei, ég ætla ekki að segja neitt svona. Það er ekki tekið tilbaka. Að í mörgum samfélögum þá er þessu tekið alvarlega. Og það ég var með, það var ákveðin hópur þarna sem kom stundum í kirkjuna. Ég var þarna með 3 kirkjur, 2 fyrst og síðan 1 síðustu 10 árin og á Írlandi og þá kom fólk sem gaf 10 og bara 10 af og stundum var þetta fólk sem ég þurfti að aðstoða með það var jólaaðstoð sem það þurfti vegna þess að það átti hreinlega ekki fyrir mat fyrir jólin sem óhuggulegt en það var svo sterkt í því að gefa 10 en það var líka bara í samfélaginu burt sér frá því hverju þú trúir eða hvort þú trúir að þá var gert var svona átak með það að gefa annarkvort 1% af greiddum launum eða 1% af tíma þínum til góðgerðarmála. Og þetta, fólki þarna úti finnst eðlilegt að gefa og deila, auði sínum. Og það alveg ótrúlega mikill, það náttúrulega margir sem að setja kirkjuna sína í erfðaskrána til dæmis og sem ótrúlega fallegt vegna þess að kirkjurnar eru bara reknar á fórninni, bara því sem að fólk gefur. Það engin sóknargjöld eða slíkt. Það einnig könnun sem að sýndi fram á að hinni fátæku gefa hærra hlutfall launa sinna en í ríku. Já. Man ekki það var einhver hagfræðingur sem var með þetta, þannig að þetta var í svona 3,6% sem hinni fátæku gefa, en hinni allra ríkustu bara innan við 1%. Já. Ég held líka að það sé rosalega erfitt að vera ríkur. Maður sofi kannski alltaf á ágjör af hlutabréfunum sínum og nei, ég segi svona. Mér gæti haldið í fram að auður eins og Bill Gates næstu því að sé bölvun og það sé helvíti. Það er ekki margur auður api. Já, það sína líka kannanir að samkennd ríkari meðal hinna fátæku heldur en að ríku, þannig að ef þú auðgast þá missur samkennd með öðru fólki sem náttúrulega tegunda helvíti. En svo fullt af fólki eins og Dolly Parton sem alin upp í mikilli fátækt. Hún gefur alveg gríðarlega mikið til rannsókna og ýmislegs. Þannig að það eru leikarar sem að gefa mikið. Já, ég að vitni kannanir og í því felst ekki að allir ríkir gefi innan við 1%. En það ekki líka kannski þá í samhengi við að hafa upplifa fátækt? Þá skilur hana. Já. Við erum svo oft þannig. Þú hefur þessa samkennd. Og annar punktur kannski, með tilkynningu Gates fylgdi líka, ég veit ekki hvort það var í tilkynningunum sjálfur eða viðtali í tengslum við það, að hann væri á því að skattlagning á auðmenn væri allt of lág í Bandaríkjunum og væntanlega víðar, Er einhver, kannski helst Kári Stefánsson sem hefur talað þannig af íslenskum auðmennum, eitthvað láta hafa eftir sér að það mætti skattleggja meira? En það ber ekki mikið á því á Íslandi að auðmenn séu að kræfast þess að peningarnir séu teknir af þeim. Þeir eru ekki Björgólf Thor. Þeir verða alltaf svo reiðir þegar einhver ætlar að taka þeim peninga. Það verður mjög óvinsælt líka. Ég man bara eftir hvort það var ekki forstjóri eða framkvæmdastjóri í IKEA þegar hann var með einhverja hugmyndir að bara hækka launin mjög mikið og bara gera mjög vel við það var eitthvað í þessa átt. Og þá ef einhverju með svona hugmyndir á Íslandi þá hann hýjaður niður af öllum hinum þá hann einhver svona kjáni. Það var mikil svona félagsleg kúun með hennar ríku því að þau klæða sig öll eins, kerfum með bílunum, eiga alveg hús, þannig að það rosalegt atrið að fitta inn í það sem mjög eineft, búa í svona hverfunum. Það er maðurstaklúpur. Það talandi auð á Íslandi, það umræðefninu og þingi eru veiðigjöld. Einhver sem á móti því að hækka veiðigjöld á stórútgerðina. Er ekki bara stórútgerðina á móti því? Ja. Nei, það var við vorum með, bróður minn var með spjall í miðri viku og þá reyndist vera 3 við borðið sem vildi ekki að hækka veiðigjöld. Já, ekki mista þeim þetta. Og svo við þingmennir, þetta eru í Framsókn og Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum alveg harðir með stórútgerðinni, þetta ekki fólk sem á kvóta alltaf. Nei. Akkur haldið að þessu að verja stórútgerðina? Eru það kvótafólki sem að kjósa það? Það er 15 atkvæði. Já, það er kannski 15 fjölskyldur sem eiga megnið að kvótanum. Þú kemst ekki ná þing á því. Grafleður. Já, er það ekki? Það er eitthvað stærri hópur. Ég meina, ef þetta er lánast... Stærri þrýsti hópur, held ég. Er ekki?
En bara ef þetta lánastu lögin fara gegn, þá held ég að þorri fólks finni sko eitthvað svona loksins tilfinningu. Þetta er náttúrulega verið, sko þessi krafa er búin að vera uppi svo lengi að það sé þessari löggjöf og umgjörð sjávarútveginn sé breytt einhvern veginn út frá réttlætisjónarmiðum. Og þá kann ég ekki að ég er ekki með sko neina reiknivél í hausnum til að leggja mat á hver sú tala ætti að vera, en að sjónarmiðin að baki séu spurningum réttlátum skerf af auðlindinni er grundvallaratriði sem ég held að bara eins og kannanir sína yfirgnæfandi meirihluti fólks hljóta að fagna og finna létti yfir ef það er raunin sko og réttláta ari, það er kannski ekki reikna með því að þessi breyting fær okkur réttlætið en bara að það sé til kompás með sko stefni í þá átt er held ég að flestum myndu finnast mjög góða fréttir. Ég finnst þetta hafa verið endalaust einhvern veginn þessi hugmynd, þetta tal að bara þetta sé ósanngjarnt, þetta er glatakerfi, munið eftir verbúða þáttunum, þá voru allir brjálaðir, þá kom þessi umræði upp aftur kvótakerfi og einhvern veginn bara svona tilfinningin mín síðan að ég varð fullorðin og fór að fylgjast með fréttum er bara svo að fólk sé óanægt með kvótakerfið, aðeins að ég sé sérfræðingur í kvótakerfinu. Og bara það að fólk eigi kvóta. Þetta er sko landsins. Þetta er okkar allra, þetta er okkar eign. Svolítið eins og með peningan í kirkjunni að erfa, svo erfist þetta bara og kom einhverja, við hættum kannski að setja svona eins og kaþólska kirkjan, það voru að velja kynlífi eða kvóta, sko. Fínur, já. Skynlífi. Það var eitthvað afkomendur, það mátti ekki eiga kvóta. Já, það væri náttúrulega hægt að gera, að innleiða það, einmitt. Hver við svo? Samir ég búinn að færa þetta milli kynslóða. Já. Svo fer þetta bara í ríkiskassan eins og það fer inn í kirkjuna þegar þú deyrð. Þorsteinn Már og hans kynslóð lagði þessa bölvun á börnin sín að erfa kvóta. Svo maður vitni nú í Bill Gates. Það tengist allt saman. Þetta hljóma nú bara réttlátt að fara að skattleggja á einhvern eðlilegan máta. En það var ekki athygli auglýsingarnar hjá LÍ, sem það fundir normenn til að leika. Það sé málið, myndi ekki gefa sig út fyrir að vilja leika í þessu. Sko, hugrenningatengslin, þessar auglýsingar eru búin að dúkku upp, ýmsar útgáfur af þeim núna undanfarið, því að ég fór að fylgjast svo vel með fréttunum. Og hugrenningatengslin við að hafa exit-gaurinn á maður. Þetta verður svo sleazy. Það er svo Sáu allir þess að þætti? Bara allt svo Já. En mér fannst það auglýsingarnar á undan mér fannst þær alveg bara hrollvekjandi líka, sko. Ég sá þær ekki. Ég sá bara það var svona ungt og svona fallegt fólk sem eitthvað svona sína sína bæinn sinn og þú veist, maður svona fyrst heldur að fara sé auglýsingar einhverja bæjarhátíð eða eitthvað og svo kemur ljós að þetta er fólk er að sína bara, þú veist, svona viljum við hafa þetta og þess vegna viljum við hafa, megum við ekki missa útgerina. Mér fannst þetta bara mjög hrollvekjandi. Svolítið svona allt sem við sjáum hér er gjöf frá Samherja. Og bara, þú veist. Án þeirra væri þið ekki neitt. Það hefur verið áhugavert að fá að fylgjast með svona brainstorm-fundunum fyrir þessar auglýsingaherferðir. Bara hvaða markum eða hvaða hugmyndum ætlum að ná fram og svona, fáum gaurinn úr exit og Ef einhver fulltrúi Samherja eða fulltrúi útgerðarinnar var viðstaddur þá fundið að það var þetta margsum alveg stórkostlega veruleikafirringu. Þetta er svo rosalega counterproductíft. Þetta fer svo, ég bara séð eina af þessum norsku auglýsingunum þá fyrstu og exit-þættirnir sem bergmála í hugum allar sem hafa séð þá fyrir bara svona að vera þessi svæsna mynd af mönnum sem eru gjörsamlega heillum hórnir af auðsöfnun og valdinu sem því fylgir fylgir þessum leikara og fylgir honum, þú veist, í þessum fötum á þessum stað með þetta hvítvín, borðandi þennan mat, talandi eigandi þessar samræður, bara vísa beint í þessa þætti, viljandi það óvart, sko, og blasir við að fyrir allan almenninga, þá er þetta bara mynd af vondum mönnum að leggja á ráðunum vonda hluti og ef fulltrúar útgerðarinnar sjá kannski horfðu þeir á þessa þætti þá er það sem að þeir eru í öðrum heimi en allur almenningur. Ég veit ekki hvort að þeir eru kannski ung en muni ekki þegar Wall Street myndi var sýnd held ég 84 sem er náttúrulega mjög hörð ádeila á svona fjármálavætan kapitalisma sem að hirðir ekkert störf fólks eða líf fólks
hann Gekko í myndinni, hann varð hetja. Ungir svona hægri drengir fór að klæða sig eins og hann og vera með axlabönd eins og hann og hann átti að vera djöfullinn sjálfur í myndinni, sko. Kannski hefur LJU hort á þessa þætti sem þú voruður á og neyxlaðist á siðleysi aðalpersóna, síðan þarna eru alvöru menn sem að skilja heiminn. Og þá afhjúpaðir það svona stórkostlega, sko, einmitt, með þessum auglýsingum, sem að fara greinilega alveg þvert og öfugt ofan í bara allan almenning á landinu. Þessi menn í exit-áttunum voru bara vandamálið. Bara allt sem í heiminum bara voru þeir. Krabbaminn á samfélaginu. Engilsbrettur á akrinum. Þeir voru svo mikið ofbeldi bara. En mér finnst þetta mjög bara merkilegt að velta því fyrir sér hverju átt að ná fram, sko, við hvern átti að tala með þessum auglýsingum. Og það eitthvað svona þú veist, það eitthvað svona einhver húmor eða þú veist svona smá hæðni í þessu en sko, þú veist, þetta ofsalega óklárt, sko, hverjum skilaboðinu ætluð og hvaða, þú veist, að því að þegar maður að búa til svona efni þá er maður alltaf að, sko, leitast eftir því að ná fram einhverjum ákveðnum áhrifum, að þau hafi einhver tiltekin áhrif á viðtakandann. Og mér finnst það bara algjörlega óskýrt. Ég með kenningu. Já. Hugmyndin ekki að vinna almenning á sitt band. Þau vita að það bara, mun aldrei ná því. Hugmyndin svo að stilla sökunni upp þannig að svona tiltekinn hópur þingmanna, flokks fólksins og viðreisnar og samfélkingarnar verði svona deigar í stuðningsunum þegar ætla að stoppa þetta að fara gennum þingi núna. Þannig að nú eiginlega árásin á að skapa einhverja svona hugmyndin í viðreisn að það megi ekki skattleggja grundvallatunu vegina og eitthvað svona. Ég held að þetta snúist það. Ég held að þeir mættu að vera alveg ótrúlega klikkuð í LJU ef þeir haldið getur bara unnið þjóðin á sitt band. Ég held að sé ekkert að reyna það. En eiga þessar auglýsingar að virka á einhverju alþingismenn? Þú sér að þeir eru upp í pontu á nóttinni fyrir sinn herra. Já. Má ég vera svolítið ósvífin? Já. Það ekki í fréttunum þessa viku, aldrei þessu vant, en Grindavík. Já. Allur þessi peningur sem búið að leggja í, ég veit alveg HS veitur og svona sem eru grunnstoðir fyrir allt Reykjanesið og svona, það auðvitað þarf að verja. En sko, ég hef ekki hitt eitt einasta Grindvíking og ég hef hitt að marga sem að vill nokkuð tíma fara þangað tilbaka eða og segir að það muni enginn fara þangað með börn þar sem gjár geti myndast og allt þetta, erum við ekki að tala þarna örfáar fjölskyldur sem að vilja halda þessu og vegna auðs. Það náttúrulega önnur fjölskyldur búin að selja sitt. Já, það alveg orðið þannig. Já, við fengum þarna fleiri milljarðar, sko. Já, nákvæmlega, við bara, sko, við erum að tala um peninga, við erum að tala um sjávarútveg og við erum að tala um auðsöfnun og kvóta. Ég hef einhvern veginn ekki séð að sé voða mikið tala um þetta svona opinberlega. Það sé verið að byggja þarna upp svona verstöð fyrir þá Þorbjörn og kannski vonin að Vísir flytji ekki, að það búið að selja gæti farið. Já. Ekki heilu... En H.S. Orka fekk náttúrulega svona varnargarði kringu sig en þau hefðu ekki byggt upp innviði til þess að tryggja það ef að ein línan færi að þá væru önnur sem tæki við til þess að flytja heitt vatn út á Reykjanesbæ og það hefði líklega ekki tekist að laga þá línu sem að ríkið tók þátt í að gera að þá hefði líklega húsin eyðilagst bara í Reykjanesbæ. Já. En fólk að fara að búa í þessum húsum? Það það sem ég að hugsa. Já, í Grindavík. Verður þetta sko ég held að þetta sé svona andlegt samfélag við Grindvíkingar og ég skil það vel, eðlilega. En það svo, ég hef ekki hitt neina mannjusti sem að vill aftur búa þar. Og það finnst mér svolítið sérkennilegt. Við höfum talað við Grindvíkinga hérna. Já, ég alveg viss það. Og það eru sumir vilja fara aftur. Það? Já. Ég myndi ekki þora því. Ekki heldur, ég bara... Það heldra fólk hefur sagt ég ætla að fara og deyja í Grindavík. Orðaði þannig svo. Já. Það svolítið gaman einmitt þegar maður pæli hvernig fólk skilgreinir sig sko hvaðan það að maður skilgreinir sig kannski alla ævi þó að maður búi 80% af ævinni einhvers staðar allt annars staðar, þá skilgreinir maður sig svo mikið eftir í staðinu sem maður var í barnaskóla þannig að maður er kannski Grindvíkingur
í hjartanu þó maður sé löngu farin. Að þú segir andlegt samfélag? Já, og ég held að það muni alveg haldast. Já. Ég bara spekulera í því, sko, við sem samfélag, sem land, hvað við leggjum mikinn pening og hvað erum við að verja? Erum við að verja Bláa lónið? Örugglega Erum við að líka. verja túrismann? Þannig peningar. Og Ég er svona að það væri hægt að finna viðskiptafræðingar hagfræðing sem segir það bara borgar sig að verja Bláa lónið. Því að Bláa lónið er bara númer 1 af viðkomustöðum sem útlendingar þekkja. Það er verðmætasta fyrirbrigðið í íslensku túrisma. Ég held að það sé rétt. Ég bara veit allir hvað Bláa lónið er. En hvaðan ertu? Af því að talandi þetta, hvaðan fólk er? Já, ég er úr Breiðholtinu. Já, en þú, Haukur, hvaðan ertu? Ég fór í marga grunnskóla víða land. Ég er bara alltaf fyrir hvernig við skilgreinum okkur. Einmitt, Kópavog væri líklega svona það sem ég myndi helst nefna. En Ása, hvaðan ertu? ég get nú alltaf sagt þess að ég fættist í Færeyjum og bjöggum eitthvað í Danmörku og í Grænlandi og út allt, en ég held ég sé vesturbæingur. Í hjartan ég vesturbæingur. Þú nú vesturbæingur eða ekki? Ég vesturbæingur, en sko þegar ég var spurðað þessu því að ég var lítil, að þá svaraði ég einhvern veginn að því ég held að þetta svaraði þess að ég ætti frá Þórshöfn og Langanesi og frá Suðurir við Súgandafjörð og þú veist, ég var alltaf í einhverjum forfeðrum. Það er kynslan undan okkur svaraði svona. Já, mitt. Já, ég er ættið. En ég er bara gamla Vesturbænum, sko, og þú veist, en svo líka bara Costa del Sol, sko, þess að ég eitti mestra minni æsku. Ég veit ekki að hverju spyrja þess. Einhvers staðar, mér er alveg sama. Þú veist, ég get alveg búið eiginlega hvar sem er. Ég get búið á hótelum bara á þú veist, mér var eiginlega næstuði sama þótt ég ætti ekki heimili. En líklega kynslan undan okkur hefði svarað sko að vera úr Breiðafirði eða Langanesi eða eitthvað svona. En ég man að þegar ég var í smá stund í Frakklandi, þeir svara manni eitthvað þorp sko, svo spyrir maður og að þá var það kannski sko mamman eða pabbi sem fóru úr þorpinu sem bad sko, en þau eru ennþá úr þessu þorpi sko. Það var ég frá Hólmavík líka. Það er svolítið á Íslandi líka. Já. Þetta var nú algjör útútur. Talandi svona hvernig auður og peningar spilla. Þetta rán á gögnum frá ríkissaksóknara. Njósnastarfsemi fyrir auðfólk. Já, þetta er svo exit-þáttur talandum svolítið. Allir hafa sitt verð, herði ég sagt í fréttum, eða verið í Speglinum og verið að tala um spillingu. Koma eins og Amerikanar segið, þá hafa allir sitt verð. Hver sagði þetta? Ég man ekki hvernig það var, ég bara heyrði þetta, svo það verið að tala um þetta. Og þá er hugmyndið svo að ef þú berð bara nógu mikið fé á lögreglumenn, að þá endanum getur látið að þjóna þér. Held það sé þannig? Það truflaði mann svolítið að fyrsta viðbragð frá lögreglunni var sko svona samstæð og samúð með Vestlings lögreglu þjónunum sem hefur lent í því að þiggja mútur í þessu máli. Lent í að spillast? Já. Það hefði verið hugreistandi að heyra svona aðeins harðar afstöðu kannski svona úr því samfélagi gegn þessum háttum svona til að ef maður langar að treysta því að þú veist, já hvað, ef maður langar að mista okkur í þann skálskap að þannig sem maður hefða nokkur rótin epli frekar en sko stofnun sem sé öll í hættu eða röngum eigin við eitthvað línu sko. Tengist við mér á okkur kaþólsku kirkjuna? Er þetta einstaka rótið epli eða er tunnan rótin? Já, einmitt. Allavega þessi tilteknu viðbrögð sem bárust þannig voru ekki til að byrja með, ekki að meina en sko síðan finnst mér að hafa komið sko... Já, síðan kom kannski PR-fulltrúarnir og hjálpa til við hvernig þarf að orða hlutina, ég veit það ekki en fyrstu viðbrögðin eru kannski svolítið sko skipta mála því leitið að það verður ekki búið að funda það er heldur bara svona færið aðeins hrári sko spontan ummæli Já. Það var eitthvað svona, ég veit alveg hvað að vitna til, það var eitthvað svona klaufaleg ummæli, en ég held á sama tíma að þá held ég að lögreglan sérstaklega sé bara mjög varkár í því að fara að tjá sig sko með einhverjum afgerandi hætti eitthvað sem að bara er nýkomið upp sem, það er ekki einu svona búið að farið að rannsaka eða þetta er náttúrulega bara, þetta er verið alveg uppnám á bænum sko þegar þetta gerist. Og kannski, þú veist, skýri það að hluta til, en ég veit alveg hvað það að segja, en ég, sko, mér finnst, það sem ég veist eitthvað, kannski pínulítið áherslana og fókusuna hefur færst rosalega mikið yfir á sko lögregluna,
yfir á þátt ríkissaksóknara og Bara algjörlega, já. núna sem að síðustu Og mér sólarhringinn. finnst það svolítið svona, þú veist, einhvern veginn, af því að þetta er svo stór mynd og við vitum það einhvern veginn að það er svo miklu meira þarna. Við erum ekki farin að sjá alla þræðina eða bara, þú veist, það er svo langt síðan þetta gerðist og hvað hefur gerst síðan og hvað gerðist fram að þessu, þú veist. Manni finnst einhvern veginn svolítið eins og það sé bara svona rétt búið að taka, þú veist, tappan af flöskunni og svo bara, þú veist, en mér finnst umræðan á einhvern veginn þetta var gleypt umræðuna þetta með lögregluna og þú veist, en það er ekkert sem bendir til þess að það sé einhver svona víðtæk spilling og einhver þú veist, annarkoð lögreglumaður sé einhvern veginn á þú veist, til sölu. Er eitthvað sem bendir til þess? Nei, ég segi, mér finnst ekki neitt sem að bendir til þess að það sé stóra vandamálið. Þetta er svona, því mér finnst að ángarnir eru sko einhvern veginn fara allstar út í samfélagið. Og þetta er það sem er svo nálagt okkur. Þetta er ekki bara eitthvað afmarkað, þú veist, í einhverjum embættum sem að við eigum mjög takmarkaðan aðgang af. Þetta er bara orðið mjög nálagt okkur bara sem borgurum í landinu og svona, já. Sko eitt af þeim ótalmörgum málum sem ég hef ekki náð að fylgjast með á neinu viti upp á síðkasti er þetta dómsmál þarna vegna mótmælanna þar sem lögreglan beitti mótmælendur hörku sem mótmælendur töpuðu í fyrstu umferð en er að safna núna fyrir að áfrýja og ég sá bara á einhverjum samfélagsmiðli sko að fólk tengt því máli svona bendi á einmitt að mörgum brugðið yfir núna þessu að auðmenn geti keypt lögreglumenn til að njósna hverjum annan en sko ímyndið ykkur hvað er þá hægt að beita sömu aðila, hvort sem þeir eru margir eða fáir að hvernig er þetta að beita þeim gagnvart valdlausu fátækufólki og erum leið að vekja athygli á að fulltrúar ríkisvaldsins, fulltrúar lögreglunar og saksóknara og þessar embætta virðast tilbúnir í augnablikinu til að standa dálítið harkalega vörð sinn rétt til að kæfa mótmæli, til að ganga til að skilgreina mjög þröngt hvað eru leyfileg mótmæli og hvað eru það ekki. Þannig að þvert á það sem virðist vera sko þvert á dóma sem hafa fallið ef mann rétt fyrir mannréttindadómstóli Evrópu að þá megi líta á það að leggjast á götu og stöðu umferð hér sem sko ófriðsamleg mótmæli sem teljast friðsamlegar mótmæliaðgerðir annar staðar. Og nú er þessi mál af sko ólíkum toga en eiga það sameiginlegt að vera þá að snúast að standa vörð hagsmuni þeirra sem þegar fara með völd í samfélaginu og beita til þess ríkisstofnunum eða starfsmönnum þeirra sem að eiga að standa vörð almannahag og ég held að mig allavega hafa þann svona vinkil á málunu í huga að samúð manns er kannski ekki fyrst og fremst með sko leiðilegt að vera sko góður fjárfestur og það sé njósnað þig og það allt sko en spurningar sem vakna ná kannski út fyrir þeirra raðir. Sko að því að við erum búin að vera að tala kaþólsku kirkjuna og sjávarútveginn og lögregluna og spillingu og ég að því að nú er ég að kenna sko félagsvísindi og mér finnst, ég fer alltaf í svona stóru myndina og þetta er einhvern veginn allt vald spilling. Það er einhversu rosalega stóri sameiginlegi þræðir þarna í gegnum þetta allt og svona, þú veist, einmitt þetta ósynlega og hver fer að verja hvað og það er alltaf verið að verja valdið og verja spillinguna og smá svona side lane að því að þú fórst yfir í Grindavík þá tek ég mig bessaleyfi til að fara aðeins inn út af veginum að það er svo mikið verið að tala alltaf núna áherslu í menntakerfinu á STEM-greinar þú veist, STEM-greinar það eru haldnar risastórar ráðstefnur og fundur alltaf við þurfum að fá fólk í STEM-greinar Þetta er science, technology eitthvað og math Já, þetta eru raungreinarnar og svona tölvuhönnun og allt þetta og sjálfvirkni pælingar. Félagsvísindin, saga, félagsfræði, stjórnmálafræði, kynjafræði, þessar greinar, það verður aldrei verið haldið eitthvað svona í Laugardalshöllinni, fáum fólk, þú veist, það vantar og ef ekki núna þá hvenær að fá ungt fólk í að læra þessar greinar til þess að
rekja allir þessa þræði og bara læra, vera að læsa á valdið, læsa á söguna, peningana, við erum að endurtaka söguna, stríðin, kirkjan, þú veist, peningarnir, allt þetta sem við erum að tala um og mér finnst þetta svo hættuleg þróun að menntakerfið er einhvern veginn ekki að leggja áherslu á það að fjölga fólki í félagsvísindum og þessari hugsun. Ok, sorry, ég bara var... Sumstar ellendis þess að vera að tala um þetta á sambarlegan hátt og þá heitir þetta STEAM og þá er A með sem er þá arts sem er meðal annars þess að greina sem þú ert að tala um. Já, en svona þegar við höldum hérna svona einhver kynningar. Það eftir það út, sko. Já, bara STEM. Það var þetta eiginlega vísindi, tækni, verkfræði og medicine. Já, þetta er hugbúnaður og þetta er verkfræði og svona. Og fella út sérst arts sem er ekki listir. Ég meira þess að í íslenska eitthvað úr ráðuneytinu talað og taka þá artsinn og halda það séu listir. En átt að sig á því það eru meðal annars félagsfræði og heimspeki og slíkt. Og siðfræðin er í rauninni það sem að við í þessu máli, þó að sé verið að tala að segja, já það er sérstakur saksóknari, það er þetta og þetta, það er hitt, en auðvitað er grunnurinn liggur í því að einu manni finnst hann hafa rétt á að njósna um fólk og hann beitir öllum bröðum. Þetta er bara siðferðilegt, það er ekkert annað. Þetta er peningurinn bara peningar og siðfræði sem að þetta er sko margbrotið og það er svo, mér fannst svo vont að vakna fyrir það að svona væri til á Íslandi. Ég vildi ekki trúa þessu. Það er ekki stéttskipting og spilling á Íslandi, sko. Nei, ekki stéttskipting. Sko, einu manni já, en það má líka hafa í hugan alltaf þarna fyrirtæki sem er stofnað sem til þess að hafa rekstrar grundvöll sko, til einhvers tíma væntanlega með fleiri kunna en einn mann. Þannig að PPP. Já. Það er ekki, það er ekki einkaþjónusta eins manns heldur bara rekstur sem að myndi það ekki koma mann óvart allavega, hefði náði fleiri verkefni. Og hefur kynnt líklega, við erum með alls konar upplýsingar úr gögnum saksóknara. Já, samkvæmt fréttaflutningi þá eru þeir búin að bjóða þessa þjónustu sína hingað og þangað og þú veist, þannig að við vitum ekki. Við séð eitt þeirra í störfi fyrir Samherja. Við séð einn af þessum mönnum í störfi fyrir Samherja. Það var hluti að skrimslatildinni. Það segir okkur að þú veist, núna er þessi gagnalegi sem er einhvern veginn bara þetta tiltekna mál, en þú veist, það væri alveg fróðilegt að vita hvað fleira hefur í gangi. Sem þú varst að segja áðan að hvernig svona tónninni hefur breyst og nú beinast öll spjóta saksónara, sérstökum saksónara sem núna héraðssaksónari og ríkissaksónari og þau verða að bera ábyrgð og segja af sér, heyrði maður svona í hægra podcastinu sem að er svona eins og það hefur legið niðri sko óánægja með dómsmálin eftir hrunmálin. Að núna þegar þetta kemur upp þá gýs þetta upp og þá að ráðast á þau sem eru sko ráku þær rannsóknir en ekki sko gæna sem stálu þessu. Þetta er svolítið eins og þannig að þetta er ekki Jón Þjófur sem var alltaf kallað Jón Þjófur að þau var stólið frá honum. En nú eru þau þjófarnir. Óli Falsari, málverkafölsunar málinu. Já. Þannig að við finnst að vera svona auðvitað vilji og það er náttúrulega fjölmiðla umhverfi er svolítið skakt með Morgunblaðið og því miður þá verið Morgunblaðið allt geta lagt bara línunar sem Ríkisútvarpið hleypur á eftir. Að núna er það sko þau sem var stólið frá auðvitað bera þau ábyrgð á að það sé ekki hægt að stela þessu. En það er náttúrulega... En náttúrulega þáttur fjölmiðla náttúrulega er líka bara sko í öllu þessu máli sem er til umræði hér. Ég var að lesa greinina í heimildinni erjur þeirra Björgóls og Róberts Westman og þar kemur náttúrulega bara, þú veist, þeir auðmenn virðast einhvern veginn sko alltaf grípa þess að kaupa sér fjölmiðil til þess að einhvern veginn að færa slagsmálinu upp á næsta stig og það er ekki bara af því að það var eitt sem að þú vildi ræða sem ég vissi ekkert þess vegna fór ég aðeins að kíkja á það sem þetta tékkneska vikur bryggjumál. 20 km bryggju. Ég veist alveg bara að leita þessu á netinu, ég vissi ekkert hvað máli snerist, en þar er einhver tékkneskur auðmaður sem að Ég veit hvað er, almennilega. Nei, en hann með svo fyrir einhvern svona að lesa aðeins bara, hann til dæmis keypti sér fótboltafélag og ég hugsa bara, akkur er alltaf að kaupa sér fótboltafélag og eitthvað, þú veist, þetta er allt eitthvað svona að vera eiga einn fjölmiðil og þú veist, fótboltafélag. Þú kemst bara fyrir í einu bíl í einu og þú ert bara með einn maga og einn munn en þú getur getið og þú ert búin að þessu við fylla þetta allt saman. Þá heldur þetta bara áfram og þá kaupir þau málverk og svo kaupir þau fótboltafélag og svo kaupir þau bara
Þú normalíserar orðræðu líka með fjölmiðlum. Það er náttúrulega svo rosalega mikið valdatæki. En þú veist, ég held að, þú veist, þurfum að tala hérna einhver svona siðferðisstöðul og eitthvað svona, ég held bara að við séum alveg bara, Íslendingar, við erum bara pínu svona barbarar. Þú veist, bara eins og kemur ykkur tékkneskur maður sem vil bara, þú veist, byggja rosalega stóra bryggju og flytja bara þetta draslatna vikur út úr landi sem verður úr einhverju gosi. Þetta eru 150 milljón tonna. Ég að segja það, en við erum svo ruggluð þegar það kemur að þessu. Við bara rugglumst í rýminu. Við erum bara eins og frumbyggjarnar í Norður Ameríku eða eitthvað, þú veist, bara sem að bara, þú veist, selja gull fyrir pípuhatta. Má hann ekki taka þetta ekki túanótina vikur? Má hann ekki bara heyrða þetta? Þetta er í mál. En hvað sagður, 100 og hvað? 100, sko, yfir 30 ára, ég held að það átti að vera 5 milljón tonn á ári. Veistu hvað þetta er létt? Í 30 ár. Það er engin þyngd í vikri, sko. Þetta er rosalega mikið magn. Þetta er bara fjögur fjöll eða eitthvað. Ég held að þegar hún þarna forsetaframbjóðandi Halla Gunnarsdóttir er það ekki, þegar hún var að Halla Gunnarsdóttir var ekki Halla Hrund fyrir ekki, orðaði þetta þannig að sko, það ætti ekki að vera ókeypis að flytja Ísland úr landi. Ég meina, þetta eru fjöll þá sem er verið að taka bur. Þetta eru sandarnir. Já, en ég meina að magni, þá er þetta alveg... Kannski ef við ættum að fatta eitthvað gagn, að því að eins og bara, ef maður er á plöntur, þá veit maður að sumar plöntur þurfa mikið vikur í moldina og kannski var við þá bara að drepa eitthvað lífríki ef við tökum allan vikurinn í burtu. Það veist, við vitum það ekkert, svo erum við eftir að bara Þetta er sem sagt lausn á því að búa til bryggju þarna sem að fer langt út í hafút. Í staðin fyrir að það er augljóst að það myndi aldrei verið samþykkt að keyra þetta eftir vegunum til Þorlákshafnar, ég held að það hefði verið planið. Því að þá muni ekki eftir þeim fréttum að þá var það á 7 mínútna fresti kæmi fullu bíl. Þetta er svo létt og það er svo marga bílar til að taka allir þessi tonn. Þetta er svo að flytja 100 tonn af fjöðrum eða eitthvað. Það er engin þyngd í þessu. Herðu, en þú sagðir að ekki finna til með fjarfestunum sem var í njósnað yfir. Það er alveg svona upp af þessu marki, sko. Það er náttúrulega svona innrása og engalíf sem hefur áhrif á fólk, sko. Nei, ég ætla ekki að tala við fólk sem hefur brotist inn hjá. Það er bara mjög lengi að efna sig. En bara svona upp á félagslegu stærðina, sko, það má heldur seilast víðar og lengra en þú veist, að hvað varðar bara hvernig valdið á eða þarf að halda aftur á sjálfu sér, sko, skiptir máli þarna, skiptir líka máli, í samhengi sem að snertir fleiri. Það gerðist í vikunni að það voru þau boð látið ganga í Ísrael að það er til að kalla fólk út úr varaliðinu. Það er nú þannig að það er allir í hernum í Ísrael. Að þú ferð í herinn og svo ertu bara í varaliðinu þangað til þú ert orðinn aldraður. Og kalla það fólk inn vegna þess að það er að hreinsa fólk út af Gaza. Og Ísrael ætlar að taka yfir Gaza. Og ætlar að byrja á því að rekja fólk frá norðuri til suðurs. Og engin veit svo nákvæmlega hvað planið er, en þetta þjóðamorð sem er búið í gangi mánuðum saman og missurum saman, að það eiginlega bara herðist. Það er verið að svelta fólk og drepa það. Íslensk stjórnvöld náðu að safna eða taka þátt í með Írum og hvað var ekki, Slóvökum. Var ekki Spánverjar? Spánverjum. Já, voru einhver 6 Evrópulönd sem að voru, það var nú freka veik svona. Var svona óska eftir því að Ísraelsmenn hættu þessu. Það var ekki fordæming. Hvað meinur þau? Nei, það var... Ég meina að þú veist, það var einhvers konar... ákall til Ísraelsmanna. En það er að... milda hjarta þeirra. Svona virðast vera að hækka raddir hægra megin frá mér, svona gagnrýnisraddir. Financial Times var með að vera. Já, þannig að það er eitthvað að breytast. Þetta er náttúrulega svo hryllingur. Þetta er svo hræðilegt, sko. Talandi vald og fjölmiðla. Og svo, ég var að mynda að horfa á þann að því að Instagrami mitt, ég get ekki notaði lengi að því að ég fæ bara sprungin börn og viðbjóð, sko. Að það var einhver fulltrúi einhvers ráðuneytis í Ísrael og það var verið að spyrja út í þetta að væri að vera að svelta bara fólk.
Og hún sagði, nei, þetta eru lygar, nei. Og skemmur alltaf þetta er svo frustrandi. Já, nei, þetta er allt kjátaði, það bara, veist. Og þú veist bara hvað, þetta er svo óendanlega frustrerandi að það geti einhver verið bara nei, og haldi bara áfram. Þú veist bara, hvað? Þetta er náttúrulega bara ferli sem er að halda áfram frá 1948 þegar Ísraelsríki var stofnað í Palestínu. Það var náttúrulega bara Palestína áður, því Ísrael þýðir bara þjóð Guðs. Það í raun og veru ekki, sem sagt, og hver tilheyrir henni, það er bara okkar val. En þannig að þetta er svo óhugulegt, þetta er náttúrulega, sko, það verið að einhvern hátt skýla sér að baki, ofsóknum í síðari heimsstyrjöldinni og allir þessu, en þarna er bara verið að landi var náttúrulega bara tekið af fólki og þetta er fólki sem var síðan hrúa þarna sem að hélt ennþá, sko, var ennþá með lykilinn á gamla heimilinu sínu í vasanum og og nú er bara endanlega verið að þetta er svo óhugulegt, hvernig getum við látið þetta gerast? Já. En ég fletti þessu upp, sko, því að allir kom hik á mig að ég hefði verið að gera mikið úr því að þetta hefði verið veik yfirlýsing, en hún er þannig að utanríkisráðherrarnir, þetta er Ísland, Írland, Luxemburg, Noregur, Slóvenía og Spánn, kalla eftir því í sameiginlegu yfirlýsingu, þetta er fréttatilkynning frá utanríkisráðuneytinu, að ísraelsk stjórnvöld hverfi frá áformum að víkka út hernaðaraðgerðir sínar á Gaza, það er ekki fordæming á hernaðaraðgerðum og hafa þar varanlega viðveru. Utanríkisráðherrar þessar ríkja hafna öllum hugmyndum brottflutning Palestínumanna frá Gaza, enda væri þau brot á alþjóðalögum. Þá kallar ráðherrarnir eftir nýju vopnahléi. Þetta er ekki sterk yfirlýsing, sko. Þetta er ekki fordæming. Þetta er samt yfirlýsing. Hún er náttúrulega konkrétt á nákvæmlega þetta sem er, Nei, fyrir ekki, ég ætla ekki að gripa fram í það, en bara hefur komið yfirlýsing frá leiðtogum einhverra ríkja sem gengur lengra en þessi á þessum tímapunkti. Nei. En Suður-Afríku dómurinn, hvað var aftur? Suður-Afríka er með mál fyrir alþjóðadómstólum sem er verið að saka Ísraelum þjóðarmorð og einstaka ráðamenn þar og hvað fleira. Er það ekki ennþá í vinnslu? Íslendingar er ekki þar inni, það eru margar þjóðir sem eru meðflutningsmenn. Já, við ættum að vera það. Ég er ekki að kvart, ég er bara að því að spurningin var þannig að það liti ekki út þannig að þetta hefði verið sko einhver harðorð yfirlýsing sem hún þannig að þetta er auðvitað verið að tipla þarna í kringum eitthvað sem að er eiginlega, ég meina Evrópuríkin eru eiginlega ófær þetta. Það er óskiljanlegt að þessi tipla. Þú veist, mögulega hefur þetta verið niðurstaðan sem kemur úr bara, þú veist, þegar einhverjir aðilar taka sig saman og ætla að gefa frá sér sameiginlega yfirlýsingu þá þarf að finna hvar allir eru, sko, hvað fólk getur sæst á. Þannig að maður veit náttúrulega ekkert hvort það var lagt upp með að hafa þetta, einhverjir vildu hafa þetta harðara eða hvað. Ég væri til sjálfur að fagna svona relatífum skýrleika í allri þeirri þoku sem að annars er uppi við, sko, þú veist, þarna er klárlega munur á því sem Þorgeir og Katrín lætur frá sér þarna og því sem fyrri ríkisstjórn var tilbúin að láta frá sér og bara gott og vel, sko, þú veist, það er Það er hænuskref í áttina í rétt átt. Já, En einhvern veginn eins og ástandið þá skilur maður ekki hvernig hægt er að vera að taka einhver hænuskref. En þú veist, það bara... En það er náttúrulega bara, þú veist, sko, okkur finnst þetta alveg bara að liggja ljóst fyrir, en bara ef maður fer til Þýskalands, í Þýskalandi bara þar er bara, þeim er bara ómögulegt að taka þess afstöðu. Það er bara, sko, bara eins og líkamlega ekki hægt. Og mér finnst líka, sko, að semst ekki, hvað segja, ég hef sjálfur, sko, varla... ég hef ekki ráði við að hafa hugan við stríðin eiginlega frá bara kom út úr heimsfaraldri eignaðist barn og er bara verið þar, sko. Ég hef ekki ráði við að vera með hugan við fréttir eins og mér finnst að einhver leita ég ætti að vera, sko. Ég hef ekki ráði við að ég hef ekki verið að mæta mótmæli, ég hef ekki augljóslega er þú veist hvað, maður þarf ekki að tala um stjórnmálum, maður bara það verið að fremja ódæði á Gaza og það eru langvarandi ódæði sem er verið að fremja. Við höfum ekkert nema orð, við erum ekki með her, við erum ekki aðila átökunum, við erum með orð til að
hugsa og tala saman hvað, og eitt sem ég finnst vanta sko, þegar við tölum saman hvað að gerast þannig að oft sko sagan á Íslandi bara sögð frá 1948, það skautað yfir sko helförun eins og hún sé aukaatriði, eins og það sé hægt að segja sögu Ísrael og Palestínu og líta á útrýmingu gyðinga í Evrópu sem aukaatriði þeirri sögu eða eitthvað sem þurfi varla að minnst að kosti ekki að dvelja við sko og varla nefna, en náttúrulega tilfellið að gyðingar stóðu frammi fyrir því að vera hvergi óhultur í heiminum. Palestínumenn getur sagt, þú veist, helfurinn varla okkar mál. Þú voru ekki að taka afstöðu með gyðingum eða Ísraelsríki í þessum átökum. Erfitt fyrir Palestínumenn að hafa þetta sjónarmið. Það vissulega og það ekkert réttlætið annað. Það ekkert réttlætið í að mæta þá vera útlutar landi annara til að stofna ríki á. Klárlega ekki. En þess vegna stendur hnífurinn einhvers staðar í kúnni. Þetta er ekki alveg einfalt. Stundum finnst manni sagan sögð á Íslandi eins og þetta sé bara mjög einfalt, eins og hvað Ísraels ekki ætti að láta sig hverfa og þá verður vandinn leystur. Það er dálítið viðróðandi, jafnvel hjá vinstrumönnum á Íslandi, að manni finnst bera á því að vandinn sé bara Ísraelsríki sé til og það ætti að hætta að vera til og það veri sögulok. Ég er ekki viss um að mér finnst vanta að við sem samfélag í umræðu gerum okkur fær að mæta viðfangsefni sem er raunverulega drullu erfitt. Annars það er ekki hægt að gera á kröfu til Ísraels að það einfallega gufi upp. Ísrael er náttúrulega eina þjóðin í heiminum sem að skilgreinir sig bara út frá trúarbrögðum. Að þetta er fólk með fjölbreyttan bakgrunn. Þau eru ekki að koma, Ísraelsmenn eru ekki allir með sama uppruna. Þeir eru bara skilgreindir eftir trú. Sumir eru frá Bandaríkjunum og sumir eru frá Póllandi og sumir eru frá Eskili. Þannig að það er líka sérstaða. Heldur. Nei, þú veist það bara... Alls ekki. Það eru kristnir, það eru múslimar sem búa inni. Þetta er einhvern veginn skilgreiningin á því hvað er að vera Ísraelsmaður er einhvern veginn allt öðruvísi heldur en við erum vön í skilgreiningu á þjóðum. En skilgreiningin, það fer eftir hvernig hún talar. Ég þekki Ísraelsmenn sem hafa bara flúið að bara ákveða að flytja burt, get ekki búið í Ísrael. Allt það er upp og bara get ekki. Það er fyrst og fremst út af þeim yfirvöldum sem hafa núna verið lengi þessu harlínu liðið þarna, Þannig að þú veist, sæmilega bara rétt þengjandi fólk eða bara, þú veist, bara fólk sem eru menntað fólk og listamenn og annað sem bara getur ekkert verið þarna lengur, Talandi hvað við erum, hvað maður skilgreina sig. Og það er ekkert endilega að skilgreina sig út frá trúarbrögðum. Það er bara þessi, þú veist, það er Ísraelsmenn, en ég meina bara einn kollegi minn sem ég hitti fyrir 2 árum síðan og þá var hann búinn að gefast upp á þessu og hann bara flutt til Ítalíu og ég efast að hann kynni sig sem Ísraelsmann. Það er bara, hann bara, þú veist, bara get ekki hugsað sér að vera þarna. Þetta er oft notuð sem rökum vandan að það eru þeir sem ofbýður stefna Ísraelsríkja, þeir flýja og eftir situr fólk sem styður það, sem kemur þá til Ísrael og þannig að það verður alltaf ólíklegra sem að stundum er í umræðinu að svona ísraelskur almenningur varpið þessu af sér, það verður eiginlega alltaf ólíklegra. En ég ætla bara aðeins að segja vegna þess að Íslendingar er alltaf viðurkennt sjálfstæði Palestínu og Gaza er palestínskt land og það er ísraelski herinn þar að stunda þjóðarmorð ekki á sínu landi. Þannig að þetta er ekki vandamál er ekki tilvist Ísraels og það er vandamál er að Ísrael er inn í Palestínu. Það myrða fólk. Þetta er bara að komið til snýst meira ekki það sem er að gerast á Gaza það er ekki flókið að taka afstöðu þess. Það er innrás, það er þjóðarmorð, bara það þarf að stöðva, klárt mál. Ég stöðva það ekki og við erum annars þar, við njótum þess böls og þeirra blessunar að það sem við segjum skiptir næstum engu máli yfirleitt, bara á þessar eyju út í Norður-Atlantshafi. Þannig að við getum reynt að rækta vit fyrir sjálf okkur og aðra, og þá bara þetta, það kemur að því að
til dæmis ég sé sko sumir eru tilbúnir að fordæma sig þessa yfirlýsingu ráðherranna á þeirri forsendu að þar sé enn og aftur talað fyrir 2 ríkja lausn sem sé bara skáldskapur og vitleysa. Þjóni bara ísraelskum hagsmunum. Ef við spyrjum þá, en hvað annað hver valkosturinn sko, við 2 ríkja lausn, þá virðist bara verið staðar eitthvað óljós hugmynd að Ísrael eigi að hverfa, vandinn sé bara Ísrael sé til. Og það bara í því samhengi hvernig við tölum almennt stöðuna þarna á svæðinu, finnst mér það ekki sterkur uppáhaldsreitur. Stundum það þannig að ég hlusta stundum á hann gamla stjórnmálafræði prófessor í Chicago, John Messemer. Hann segir þess að þetta mál, það ekki lausn á þessu máli. Það það sem Ísraelsmenn vilja bara að Palestínumenn fari. Þessi Palestínumenn vilja að vera Ísraelsmenn fari. Það ekki lausn á þessu. Hann segir það sama orði núna í Úkraínu, þetta stríð mun bara vara endalaust. Það bara ekki sýnileg nein lausn á þessu máli. Og það staðan í dag á báðum sem hann ég alveg samanlega. Það barnalegt að láta eins og sé lausn. Við erum í svo slæmri máli að það bara engin lausn eins og staðan núna. Það verður að gera eitthvað bara, þetta verður að koma einhvers að vera allt annars það frá ef að koma einhver lausn á þessu málum. Annars mun bara stríðið í Úkraínu bara borast inn í Evrópu bara eins og krabbaminn út í óvandarlega. En það ekki bara á þessum 2 stöðum, það út allt. Indland og Pakistan verður að springa út. Já, Indland og Pakistan og Kongo. Já, þetta mjög víða. Það meiri ófriður, sko vopna ófriður núna en við höfum séð lengi. En ekki síðustu 20 árin, þá líka búin að vera annars konar ófriður. Eins og þetta með, til dæmis njósnir, við getum tekið það inn í það. Og það fyrirtæki, það svona rússnesk fyrirtæki sem eru að í rauninni að fara inn í tölvugögn og hóta og vilja fá einhverja milljarða til þess að stila gögnunum aftur. Þetta gerist á Írlandi með heilbrigðiskerfið var fyrir þessar árás og fólk átti vonað því að sko allar persónlegar upplýsingar yrðu bara settar á vefinn og það væri ekkert sem það getur gert í því. Við sitjum undir þessu. Vopnaburður bara ein birtingamynd stríðs. Þannig að þetta mikið meira. Hvað þýðir heimsstyrjöld? Þýðir það ekki að við séum óörg? Ekki að verða meira ríkjandi svona hugmyndum að heimurinn bara í heild sinni sé ekki á góðri leið? Heldur var kannski fyrir 30 árum eða það sem var svona almenn svona bjartsýnistími. Mér finnst það alltaf vera bara, erum við ekki bara alltaf að vera til fjandans? Erum við alltaf að vera til fjandans? Nei, ég ekki að segja að sé alltaf að vera, ég segi bara, umræðan einhvern tímann eitthvað öðru? Ekki þessi tilfinninga, því ég hef ekki þessi tilfinningu. Ekki núna, aldrei. Þú veist, ég bara kýs að hafa hana ekki vegna þess að, þú veist, sko, ég held að ranghugmyndin sé að það sé eitthvað svona, sko, að við munum þróast í einhverja betri átt eða eitthvað, þú veist, við munum auðvitað bara... Ég vil alveg að hafa fyrir því. Það bara gerist. Nei, ég held að bara, þú veist, skilur, ég meina bara, við erum bara ennþá sama skepnan og við vorum hérna fyrir 10.000 árum eða miklu lengur. Ég segi bara, auðvitað, þú veist, einhver þróun og það einhver þróun í mannkynssögunni, sko, en hún hingað og þangað og hún ekki línuleg og hún ekki, þú veist, ekki alltaf til hins betra eða, þú veist. Þannig ég held að bara, sko, já, ég held að sé ranghugmynd að við séum alltaf að verða betri og heimurinn ætti alltaf að verða sko eitthvað betri og betri. Við erum bara að glíma stöðugt við mannlegt eðli sem svona sko allavegana. Og ef við göngumst ekki við því að við erum bara, þú veist, erfitt fyrirbæri sem mannkinn og manneskjur og þú veist, höldum alltaf að eitthvað sé til einhver lausn á þessu. Auðvitað til einhverja svona, það eru ris og föll og alls konar en maður getur ekki bara, þú veist, gefið alveg upp vonina með það að þetta sé allt saman að fara til fjandans og þú veist, við erum bara öll held ég hérna bara svona kjarnorkubörn, þú veist, sem að lærðum að hvað við ætlum að gera ef það kemur kjarnorkusprengja. Þá óttaðist fólk kjarnorku slys eða stríð. Bara 5 ára vissi bara... Nú hefur aldrei verið nærði. Nú eiginlega bara Bandaríkin og Rússlandi bara opnu stríði. Við höfum aldrei verið nær kjarnorkustríði. Það samt fyrst mér ekki fyrir að tala það. Við höfum aldrei verið nær. Við höfum aldrei verið nær því að, þú veist, bara kúpudeilan bara
aldrei, það bara munaði svona að heimurinn er í sprengtur loft upp. Núna munar svona. En það þá ekki undir okkur komið, einmitt að halda í vonina og samkenndina og breyta því sem við getum umhverfis okkur og ef við gerum það, það hlýtur að breyða út. Ef við einblínum ekki alltaf á þetta slæma og hættum þessari gerildameðvirkni. Og kannski bara ég held þessi ósamálaðir sko þetta að mannkinn sé sko samt við sig frá því fyrir 10.000 árum síðan og lestu bara Grikkina og þú veist bara, skilju, þetta bara sama, það bara að tala sömu hlutina. Ég held til dæmis að bara á Íslandi að þá sé sko, ég held að það hafi verið framfaraskref, ég held að kristnindakan hafi verið framfaraskref fyrir samfélagi, ég held að sé framfarir að fara úr samfélagi sem stundar blóðfórnir yfir í samfélagi sem gerir það ekki. Ég held að það hefur verið stór framfaraskref sem hafa stað á 19. og 20. öld bæði tæknilega og pólitískt. Ég held að lýðræðislega þátttaka séu stór framfaraskref. Ég held að séum stödd annar staðar en við höfum áður verið. Ég held að séum á sko, nýjum tímum og ég held að séu sko, nýjar hættur sem fylgja þeim og ég held að þessi raunverulegt val sem bæði þetta samfélag hér og víðar standa frammi fyrir sko hvert stefnir en þessi tilfinning fyrir ógn fyrir því að við séum sko það sé eitthvað hyldýpi fyrir framann okkur og það sé alveg óljóst hvað er framöndan ég held að það sé rétt að hún hafa ágerst frá sko, er ekki cirka 2016 sem að, þú veist, við fyrra kjörtímabil Trumps, svo kemur faraldurinn, svo dynur þetta á hvað, ég meina, þetta er búið að vera alltaf sko massíft og ágengar Það gerðist líka í hruninu 2008 þá dunkaði traust almennings sérstaklega á Íslandi en út allan heim á svona stofnunum samfélagsins sem að veldur svona ókyrrð í samfélaginu og óhug, þú treystir ekki stofnunum samfélag sem eiga að halda því saman. Þú finnur engan Fukuyama sem skrifar núna sko, að við búum í besta heima allar mögulegar heima og þurfum bara breiðan út sko, það sem var að einhver leiti ríkjandi hugmynd upp á 1990 eftir fall múrsins í svona einmitt 20 ár tæp kannski sko. Ég held að sú hugmynd sé bara ekki upp í það, þú finnir ekki fulltrúa hennar sem segir, þetta er glorious, við skulum halda áfram bara meira þessu. Þannig að eitthvað í tíðarandanum hefur sko... Til dæmis hugmyndur það að aukin viðskipti og aukin samskipti myndi leiða til friðar, til dæmis við Rússland. Það er engin sem heldur í fram núna. Ef við bara kaupum olíun á Rússum og leyfum að vera með í Eurovision þá verður friður í Evrópu. Það er engin sem heldur þessu fram. Þessu trúi fólk 2005. En þú veist, sko, svo bara hlutin ekki svona einfaldir, bara eins og Haukur var að sko, tala framfaraskrefin sem að fylgdu því að taka upp kristna trú. Þú veist, það var ekki framfaraskref fyrir konur, stöðu konunnar. Sama með, ég held að þú veist að þegar síðaskiptin verða, þá eiginlega versnaði staða kvenna ennþá meira. Þú veist, þannig að sko, jú, kannski í stóra samhenginu bara, þú veist, fórnum stöðu konunnar en fyrir sko, allan megin þorra, þú veist, var þetta betra. Þú veist, þetta er bara, ég held við verðum bara, þú veist, að umfaðma það einhvern veginn að við erum bara flókin. Við erum, þú veist, þetta er bara flókið og þetta er eldfimt og þetta er bara, þú veist, það er náttúrulega við erum heldur ekkert heimurinn er ekkert allir sammála hvað er í gangi núna. Ef maður fer til Asíu, við sjáum í Asíu fyrra og eitthvað svona, þú veist, myndist á stríði í Úkraínu og fólk bara vissi ekkert hvað, þú veist, það var enginn að spá í það. Það var bara eitthvað allt annað sem var á dagskrá þar. Við erum áslega upptekin af ákveðnum hlutum hér, svo bara allt annað veruleiki, annars það er í heiminum. Bara allt annar, þú veist, við erum hér sko. Það getur verið okkar heimur sem að hrynja en Asía sé að rísa upp við lifum þá okkar heimsendi þú sér að þetta verið með Grikkina svo verið hrundi þeir bara týndu menningu sinni og fundan aftur í Arabíu ég segi bara en sko umræðurnar bara ef sko maður gluggar einhvers staðar í fornfræðin þá er bara verið að tala nákvæmlega sömu hlutina þá. Og það er svo predikarinn allt sem að hefur verið áður. Bara, þú veist. Það er náttúrulega hægt að kortleika, það er náttúrulega hægt að kortleika líka, þú sko, eins og bara svona þróun eins og jafnréttisbaráttu, alls konar minnihlutahópa, kvenréttindi, hinseginréttindi og það er alltaf þetta bakslag. Núna erum við í náttúrulega dundrandi bakslagi að því að
og við erum að horfa á hægri öflin, við erum að horfa á Alþingi, komið alveg bara það sem alltaf í miðja, bara eitthvað sem var ekkert miðja og vinstrið farið út af Alþingi. Þannig og talandi normaliseringu orðræðu og allt þetta, það alls svona hluti sem enginn hefði þorað að segja fyrir 20 árum á Alþingi sem eru sagðir í dag og það einhvern veginn okkur farið að finnast venjulegt. Þannig að sko þetta með að þú veist, við erum á miklu betri stað að mörgu leyti heldur en að við höfum verið en við erum að finna bakslagi við því og þetta alltaf, það alltaf 2 skref áfram og svo kemur tilbaka. Þannig að ég held alveg sko, þess vegna líka svo mikilvægt að þekki söguna og vera læs á einmitt völdin og spillinguna og siðfræðina og allt þetta sem ég var að tala um að þetta svo auðsjáanlegt og við vitum hvað við erum að koma, við vitum í hvað átt við erum að fara og þetta svo frustrerandi en það er einhver þróun í gangi sem að virðist vera markvisst í gangi, finnst mér. Ég talandi það, ég veit ekki, maður sem heitir Peter Turchin sem svona rússneskur Ameríkani. Hann starffræðingur og valdi sér það að reyna að skilja býflugnabú. Það sem náttúrulega óendilega mikið af býflugum. Hann ætlaði að reikna það út hvernig býflugnabú hegðaði sér og náði þá einhverju svona innsýn inn í starffræðina sem við höfum kannski ekki. Svo fekk hann áhuga á sögunni. Þannig hann bjó til svona, hvort hann geti lesið í söguna einhverja svona söguþræði sem við erum að tala um hvort það séu til eða ekki. Og hann bjóð til 2 ása sem var annars vegar sko svona óróleika ás sem þá með upplausn og mótmæli, ágreiningur í samfélaginu, klofningur í samfélaginu og valdi sér bara einhverja svona mæleiningar á það og rekur það bara langt aftur fyrir innbyltingu og svo svona well-being ás sem hversu vel fólk hefur það. Og hann segir þetta spá fyrir þetta, hann var nú þekktur fyrir það hann spáði fyrir valdatöku Trump sem að hann taldi vera svona merki að óróleikin í samfélaginu verið komið langt fyrir ofan það sem var hættumörk og síðan hefur hann haldið áfram þessi óróleika ás og verið langt fyrir ofan það sem var í samkvæmt þessum hjá þessum býflugnabónda langt fyrir ofan það sem var til dæmis í seinni heimsstyrjöldinni aðdraganda hennar. Við erum komin í óróleika ástand í okkar heimsluta, upplausnar ástand sem við höfum aldrei séð áður, samkvæmt hans mæleiningum. En það eru hlutir að gerast sem að minna á seinni heimsstyrjöldinni. En ég er ekki beint að segja þetta, ég er ekki að spá þessu, ég er bara að benda á að menn er að reyna að lesa. Það er nú alveg að því að það er stórt samfélag og til þess að geta, þar fekk hann þessa hugmynd sem er kannski ekki svo frumleg því við þekkjum hagfræðingar sem hafa bara dælt inn öllum upplýsingum sem hægt er að fá hagkerfi og geta þá allt í einu möguleika til að lesa úr því. Hann er svolítið þeirri kynslóð vísindamanna þar sem það er engin takmörk fyrir eitthvað ekki dælt mikið af upplýsingum inn í kerfið mitt og þá getur kannski fundið einhverja línur sem okkur eru blind fyrir áður. Ég er bara að segja þetta því þú ert að tala um hvort það sé hægt að finna söguþræði eða ekki. Kannski eru við bara alltaf í sama drullubólinum. En kannski sveiflast þetta eitthvað upp og fram og tilbaka. Herðu, við byrjum að tala um Páfa, Kári Stefánsson var rekinn. Kallar völd, Pái, kirkja, já, peningar. Þetta er þema. Okay. Hvað, skiptir það ykkur máli við það? Já, ég veit ekki ennþá af hverju hann var rekinn og svona, mér finnst það bara mjög áhugavert að, þú veist, þetta er líka einhver sena þar sem hann er eitthvað beðinn um að fara fram eða eitthvað svona bara eitthvað fólk, þú veist, þetta gerist eitthvað svona, þetta er eitthvað plott, þú veist. Svolítið eins og í norskum þætti. Já, eða bara eins og í lífinu, skilur því að allt sem að gerist í norskum þætti eða bara öðrum þáttum eða skáldsögum eða eitthvað, það kemur náttúrulega úr raunveruleikanum, þaðan eru fyrirmyndirnar, þaðan sækir fólk innblásturinn, þannig að þú veist, þannig að í raunveruleikanum er njósnaðu fólk og í raunveruleikanum eru teknar svona ákvarðanir á einhvern hátt sem er eitthvað svona einmitt, maður svona velti fyrir sér af hverju er ekki bara þetta að koma ærlega fram eða þú veist, af hverju þarf þessa hvaða leikflétta er í gangi þarna. En heyrðu við eitthvað meira heldur en hans frásögn af þessu? Nei, ég er að segja, þú veist, mér finnst maður ekki alveg vera komin með alla
alla staðreyndir málsins, hvaða hagsmunir eru þarna og það verður örugglega miklu leiðilegri forstjóri sem kemur, ég meina. Ég held að það séu tveir. Kannski litlausari. Ég segi það, ég meina, þú veist. En mér finnst svolítið mikið af köllum sem ættu að farnir á eftirlaun, bara talandi Páfa og Trump og, þú veist, svolítið margir kallar sem ættu bara að fara á eftirlaun í heiminum. Þú er ekki trúið á svona öldungaráði? Jú, í ráði, svona ráðgefandi, en kannski, þú veist, fólk þarf líka að þekkja sinn vitjunatíma stundum. En ef það er rosalega klárt í sínu, segjum bara tónskáld, sem getur bara samið eitthvað stórkostlegt bara þótt að tónskáldi er þið 97 ára. Já, en svona ég er að hugsa svona mannaforráð, sko, kannski að ráða svona yfir einhverju stóri batteríi. Þá getur þú farið í öldungaráðið og verið kóngurinn í öldungaráðið og samið tónlist. Ekki hægt að gera eitthvað, en kannski hægt að svona stjórna heiminum. Ég var aðeins í Afríku og það heimsótti ég svona höfðingja og mörgum tilfell var það voru með öldungaráð og það var sem sagt fólk sem er svona orðið wise old men og wise old ladies. En höfðinginn hann var yfirleitt svona á svona mandósárum, kannski svona á 40 og 50 aldri. Höfðingi öldungaráðsins. En hann varð alltaf á öldungaráði með sér, þannig allra ákvarðan sem hann tók varð hann að taka með, það hefði ekki yfir hún að segja, en hann satt alltaf uppi með þau, þannig að ef hann alltaf að eiga bærilega daga, þá var hann að taka ákvarðanir sem öldungaráði setti sig við. Mér fannst þetta að vera eitthvað þannig kerfið á þeim. Já, mjög gott að ráðfæra sig við þá eldri og reyndari. En er talið að Kári hafi verið rekinn af því að hann var svo gamall? Ég veit ekki það. Það er það sem hann segir. Ég veit ekki eins og hvað hann er gamall. Amgen sem á þetta, sem hann seldi þetta 2014. Hann náttúrulega seldi, skrifaði nú ykkur það, hann hefði Fást selt sál sína 2014 og endanum þá kemur náttúrulega djöfullinn og sækir sálans. Að hann hefði Amgen á þetta og þau vilja samþætti þetta meira bara inn í rekstur þessa stóra lyfjafyrirtækis en hann hafi verið með eitthvað að berjast fyrir sjálfstæði íslenskar erfðagreiningar en hann á ekkert í þessu. Þannig að þeir bara sögðu við ætlum að gera þetta eins og við viljum. Ég held að kannski það sem helst svona kemur einhverjum við utan fyrirtækisins, þú veist, bara fyrirtæki einmitt að skipulagsbreytingum og ráðurreika fólk og svoleiðis, sko, en það sem helst kannski kemur öðrum við er náttúrulega sko gagnagrunnurinn sem að fyrirtækið ávist ekki en hefur samt setið meira eða minna eitt aðganginn að og eru hvað sko erfðafræði upplýsingar 150.000 Íslendinga sjúkraskrár og ættfræði, eða ættatréð og svo er þetta samkert og Kári Stefánsson sko, það er trausti til hans persónulega sem fullt af fólki hefur verið tilbúið að láta þessi gögn, þessar upplýsingar sig að vendi. Svo eru upplýsingarnar í hans vörslu persónulega heldur bara hjá bandarísku stórfyrirtæki sem að hann hefur látið frá sér eitthvað núna að þú veist, þetta sé allt sóma fólk og því sé vel treystandi og ég held að þetta séu svona kóðuðu skilaboð sem hann lætur frá sér, sko, hann sé ekki raunin að segja hann sé viss það, heldur þú veist, eitthvað meira gætið eitthvað nú, eins gott að þið verðið sko, ykkur einnig treystandi, það er mjög heit söluvara á alþjóðavettvangi eins og kom fram núna þegar sko, fyrirtæki 23andMe fór á hausinn fyrir bara mánuði síðan sem veitti fólki svona einhverja heilsufarsráðgjöf út frá sko erfðaupplýsingum sem það sendi með síni í pósti, sko, þá allt í einu eru þannig milljónir erfðagagna frá milljónum manns sem að eru bara up for grabs fyrir hæstbjóðanda eftir gjaldþrot fyrirtækisins. Íslenskur almenningur var hugreistur í kjölfarið á þeim fréttum með að veri löggjöfin svo sterk hún myndi halda utan það ef díkót færi á hausinn að svona færi ekki, sko, gögnin verið ennþá hjá ríkinu en nú náttúrulega ekki með að ræða að díkót hafi farið á hausinn heldur skipulagsbreytingar, Kári farinn þá að nýta þessa deildeknin öðruvísi innan Amgen og ég hugsa að fólk myndi allavega margir gætu viljað fá svona einhverjar upplýsingar kannski hvað það þýði meðferð þessara gagna í framtíðinni bara hver er að fara krukkuð og til hvers, sko. Eru þið með gögnin, ég veit ekki hvað það megi spyrja svona, eru þið með gögnin ykkar að ekki svo ég viti mér minnir að ég hafi neitað því ég bara, eins og ég manna þetta en eru við ekki alltaf auðtrúa bara ég held að maður hafi þurft einmitt að opt out en sjálfkrafa hafi bara farið annars bara fóru þetta sjálfkrafa, þetta er ekki bara gögn held ég
sko núlifandi íslenskt, þetta er líka bara DNA sem hefur til sko látina hérna einstaklinga og alls konar. Við erum svo auðtrúa, við treystum alltaf að sé ekki spilling og sérstaklega það er svona allir eldri maður. Já, kemur þessi Það var nú ekki alveg jafn eldri þá eins og hann er núna kannski. Nei, þú veist, ég menna svo hafa komið alls konar fréttir og maður bara einhvern veginn hefur alltaf kosið að leyfa fólk að njóta vafans og treysta og eitthvað svo springur það kannski bara framan í okkur. En höfum við þá ekki rétt til að draga okkur út úr þessu rúna ef þetta er ekki lengur? Ég myndi halda það. Þú hefur örugglega skrifað þetta eitthvað smátt letur. Skulum bara hittast eftir þetta viku og sjá hvernig það gekk. Mér fannst þetta að vera svolítið svona róleg fréttavika en ég heyri að fréttina hafa fært okkur alveg svona grundvallar atriði trúarlegar spurningar. Fylgir það ekki hvort það sé þráður í sögunni. Mér finnst það mjög spennandi alltaf. Þetta er líka mjög kynjafræðilegt en ég ætla ekki að fara, það er annar þáttur. Nú, er það á sér rás? Já. Ok. Herðu, ég ætla að þakka ykkur fyrir. Það er vorúti með hagléli. Sjáu það? Já, mér finnst það mjög traustvekjandi. Það er svona íslenskt vor. Það á að vera svona. Þú mistir ekki trúna á vorið þótt að kæmi svona. Við höfum rétt í þessu áður. Svolítið eins og fréttirnar, hagl, sól, rigning, allt ruglíslegt. En Margrét, Ása Björg, Haukur Már og Marja, kærar þakkir fyrir komuna. Takk. Og Laufey Níndal Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út og ykkur sem hafi verið að hlusta og horfa þakka ég sérstaklega. Þið breytið þessu samtal okkar í fjölmiðlum og ég minni á eins og ég gerir stundum að þið hafi hjálpað okkur að byggja upp dreifikerfið bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér og þá fer fólk og kíkir á okkur. Við erum á Facebook og YouTube undir nafni Samstöðuna, við erum líka í öllum hlaðarsveitum, bæði sem Samstöðun og undir nafni einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu sem er eiginlega sunnanvert Snæfellsnes langt upp í Borgarfjörðu upp á litlu kaffistofu út á Reykjanestá. Þar eru númer 89,1 á FM. En það má líka sækja það út að setja ykkar á spilarinn.is á netinu, svo spilar líka app sem mann hafa nýr í síman og hlusta á Samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum, það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið þeirra sem er heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Það eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef þú vill, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðunni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunnar. Það sem að keyra Samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifundur. Það kostar 2750. Þú getur lagt þín lóð á þær vogaskólan með því að fara inn á samstöðum.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir þessari grunnáskrift og máttborga meira þú vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boðið áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Framundan er helgin, hérna á morgun verður helgispjall klukkan 9 og svo verður þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils í hádeginu og föstudaginn og þessa milli spilum við úrval úr öðrum þáttum Samstöðunnar. En takk fyrir í bili og góða helgi.